Ok, þannig að nú erum við búin að fara í gegnum svona helstu elementi sem við notum. Þetta ekkert voðalega mikið sem við erum að nota svona dagsdaglega þegar við erum að skrifa HTML. Það yfirleitt eitthvað sectioning, einhverjar fyrirsagnir og svo einhverjar linkar og einhverjar myndir. Það svona coverar mjög stóran part af því sem við erum að gera. Svo þurfum við stundum að setja upp töflur og þá notum við table elementið og svo getum við sett caption á töflur til þess að lýsa gögnunum í töflunni. Við getum búið til svona fyrirsagna dálk með því að setja t-head. Svo getum við sett t-body til þess að búið til meginmálið fyrir töfluna, þannig að þetta svona svipar til head og body bara fyrir HTML sjálf. Og t-foot til þess að setja saman fót, til dæmis ef við erum með einhverja samtölur. Og svo erum við með tr sem stendur fyrir table row og það þá ein röð af gögnum, ekki dálkur, röð. Svo erum við með th og það þá reitur sem það segir til að það segir fyrirsögn, table header, og það þá bæði innan tr í haus eða í byrjun raða, þannig að við erum með fyrirsögn á röð, ekki bara dálk, þá getum við sett th í byrjunina þar. Og svo getum við sett td sem þá table data, sem þá einhver cella með gögnum í. Þannig að ef við tökum, ef við séum síðan attribute sem við getum sett á form, við getum sett border á töflu, en þetta náttúrulega eitthvað til þess að skilgreina útlit, en ef við setjum border jafnt og 1, þá fáum við border, annars ekki. Við getum sett call span, sem segir þá til fyrir column eða dálk hversu marga dálka hann skilgreinir. Þannig að sjálfgefið gildi 1, en ef við segjum 2, þá þetta dálkur sem tekur yfir 2. Og samanskapið erum við með row span, þannig að þegar við erum í row, þá getum við látið cellu taka yfir fleiri en 1 reit. Þannig að þetta svona mappar mjög vel við bara svona töflu editora eins og Excel eða Google Sheets eða eitthvað svoleiðis. Og svo erum við með scope, sem þá sérstaklega skilgreint á th, sem segir til hvort að headerinn sem við erum að vinna með eigi við röðina eða dálkinn. Þannig að þá segjum við annað hvort row eða call. Þannig að þá geta til dæmis skjálesarar vita hvort þeir eiga að vera að lesa þetta sem fyrirsögn á röðinni eða á dálknum. Þannig að ef við fáum dæmi með einhverjar mjög einfaldri töflu, þá getum við séð hvernig headerinn á henni settur upp varalýsing verð. Þá setjum við table border 1 en þá bara fáum við einhverja smá border utan þetta. Þá setjum við head og inn í því table row og inn í því eru síðan þessir 3 sem eru þá heitin á fyrirsögnunum í dálkunum. Svo erum við með meginmál síðunar, töflunar. Þá það tr undir table body, þannig að við fáum tr sími, frábær sími, eitthvað verð og svo myndi koma fyrir neðan næsta röðin bara. Og síðan fyrir fótinn, þegar við tökum saman samtöluna, þá eru við með cellu sem spanar 2 dálka í röðinni og síðan erum við með verðið fyrir neðan. Og til þess að fá það feitlitra þá notum við strong til þess að segja að það sé eitthvað sem við erum að setja sterkar emphasis á. Þannig að þá endum við með þessa töflu Þannig að þetta sjálfur sér ekkert flókið og það sem þetta getur orðið flókið bara ef við erum með rosalega flókin gögn sem við erum að setja upp í töflu með mikið af gögnum. Og þá getum við þurft að vera passa okkur upp á það að til dæmis merkja rétt scope fyrir th og svo framvegis. Við fengum spurningu á Slack. Ég veit ekki, þetta svolítið eðlilegu flæði hjá mér, en keyra HTML sem XHTML til að athuga villur. Já, það hægt að vista HTML-skjal sem XHTML-skjal, prófa að opna í vafranum, fá villinu í hausinn, en villurnar eru svolítið svona illa settar fram og erfitt að lesa úr þeim, þannig að það töluvert betra að vera bara með eitthvað, langbæst að vera bara með eitthvað plugin í editornum
sem lætur mann vita jafnóðum að maður sé að gera villu. Ok, síðan annar svona stór póll sem við erum kannski frekar að vinna með en töflur að við erum með form og þá það sett í form elementið og þetta þá hópar saman eitthvað samansafn af gögnum sem að notandi getur unnið með, sett inn, slegið eitthvað inn, gert eitthvað við og síðan sendt á vefþjóninn til úrvinnslu yfirleitt. Á formið getum við sett 2 attribút, annað er method sem segir til hvort við ætlum að nota get eða post HTTP aðgerðina sem við munum sjá betur seinna, en þangað til setjum við bara get og action og það þá attribút sem skilgreinir hvert formið sendir. Þannig að það eitthvað url sem að tekur við forminu og þá tekur vefþjóninn við í skila tilbaka, hei, frábært, þú sendir eitthvað inn eða úps, það villur, þú þarft að gera eitthvað. Síðan höfum við element sem við byggjum formið okkur upp með og þá erum við með label sem eitthvað sem merkir reit í forminu og labelið viljum við yfirleitt skilgreina fyrir allt það sem við erum að vinna með. Þannig að ef við erum með eitthvað sem við viljum að fólk slá inn í, þá viljum við ekki bara setja inn einhvern reit sem fólk slær inn í blind, við viljum segja og merkja hann og segja hér átt að slá inn nafn. Og þá reiturinn sem við sláum inn í yfirleitt skilgreindur með input og það þá einhver reitur sem þið kannast vel við, þetta eitthvað sem þið smellið á og getur skrifað í. Með HTML5, þegar það var skilgreint, þá var bætt við alveg hellingur af nýjum típum af input reitum og það eru mjög mismunandi studdar en samt sem það eru mjög gott að nota þar af því að þar sem það studdar þá mun það vera aðeins þægilegra fyrir notandann að nota. Svo erum við með text area ef við ætlum að fá inn lengri texta, við gerum ráð fyrir að þurfa að fá inn línur af texta af því að input yfirleitt bara ein lína. Svo erum við select, þá fáum við svona drop-down-lista sem við getum valið úr einhverjum tæmandi lista af hlutum, einhvern ákveðin og haldið áfram. Field set síðan eitthvað sem við getum notað til að hópa saman hlutaformi, til dæmis við viljum setja saman, fá inn nafn og kennitölu og heimilisfang, þetta allt saman undir persónuupplýsingar, þá setjum við það saman undir field set. Svo legend, það eitthvað sem við getum sett til þess að búa til heiti á field setið og svo ætlum ég bara að taka svona dæmi tegundir af input. Þetta svona klassíska inputið, input type text, þar sem við skrifum bara eitthvað texta. Svo erum við með type radio, þá fáum við svona radio button. Nú erum við búin að klikka hann, þá get ég ekki klikkað af honum úr honum aftur. Svo erum við með checkbox, úps, þetta hérna á að vera fyrir radio. Það að segja, yfirleitt erum við með radio button þar sem við erum með fleiri en eitt val, þar sem við verðum að velja milli 1, 2 eða 3. Við viljum sýna öll völin, þá notum við radio, þá notum við name attribute til að hópa þeim saman. Checkboxinu hins vegar bara, ég get bara að checka þau af eða á. Svo erum við með input type search, sem aðeins öðruvísi. Þið sjáu hérna þegar ég skrifa eitthvað inn í, þá fæ ég svona X hérna, sem ég get smellt á til þess að hreinsa boxið. Og þetta þá sjálfgefna hegðunin í Chrome vafranum, hún getur verið aðeins öðruvísi í öðrum vafrum. Svo erum við input type email, það engin munur þar á, en ef við værum með þetta í mobile, þar sem við myndum smetla í reitin, þá myndi stýrikerfið, til dæmis í Android, það myndi gefa okkur aðeins öðruvísi lyklaborð en ef við værum með input type text. Þegar við tekið eftir þessu, stundum ítið svona redd, þá @merkið í lyklaborðinu. Þá út af því að það er búið að segja email, af því að þegar þú verður með email, þá þarftu yfirleitt að setja @merki. Þegar þú ert ekki að setja inn email, þá þarftu yfirleitt ekki @merki. Þannig svona örlítill hlutur sem gerir hlutin aðeins betri. Svo url, það er samanskapi, þá fáið þið upp tvípunkt og skástrygg á lyklaborðið á mobile. Tel, þá fáið þið ekki upp texta lyklaborðið, þá yfirleitt við mobile, þá fáið þið upp tölu lyklaborðið. Svo hérna tökum bara nokkur. Number, þá get ég ekki slegið inn, nú ég að reyna að slá inn stafi, ég að slá inn tölustafi, það virkar. Og ég get ítt hérna upp og niður böruna til þess að minnka og lækka. Ég get stýrt í hvert stökkið ég get látið íta einu sinni upp, þá tekið 10 eða svoleiðis. Ég get sagt að það má ekki vera minna en 0 eða meira en 100, þannig að þetta þetta skilgreina þannig. Range, þetta eitthvað svona range stika hér. Dagsetning, þetta til dæmis eitt af því sem að var rosalega gott ef allir vafrarnir myndu útfæra þetta, að þegar að búa til svona
er ógeðslega leiðilegt. Maður sækir yfirleitt eitthvað svona tilbúið sem maður virkar ekki nákvæmlega sem maður vill og það er alltaf leiðilegt. Þetta virkar, ég get valið dagsetningu hérna, en þetta er ekki samt best í heimi. Þetta virkar hérna, ég get valið árið upp og niður og eitthvað svona. Svo get ég valið með vikum, þá fæ ég vikuna hér. Þetta er svona minna stutt, en þetta er til. Time, þá get ég sett inn klukkutíma og mínútur. Date, time, local, þetta segir sér að þá vil ég setja nákvæma dagsetningu og tíma, þá er þessi blanda hérna saman, valið dagsetninguna og sett síðan klukkan 16:00. Yfirleitt þegar maður er búið til eitthvað svona viðmót, þá byrjar maður kannski með þetta, en síðan þegar maður þarf að fara út fyrir einhverja sérstaka hönnun, þá breytir maður þessu og díla við það. En color, þá fáum við svona litaval eftir því hvað vafrinn er. Og þá er gildið orðið í raun, gildið á litnum, sem eftir að sjá hvernig ég skilgreint. Síðan getum við sett önnur attribute en type á input. Þá getum við sett name, sem er þá nafnið sem við fáum á bakendanum, á vefþjónum þegar við vinna með gögnin. Við getum sett required, þá fáum við að það verður að slá eitthvað inn. Placeholder, það er eitthvað svona texti sem er fyrir. Autofocus, ef við opnum síðuna, þá er fókusin strax settur í þetta box. Þetta getur verið sniðugt, þetta getur líka verið alveg afskaplega pirrandi. Þegar við getum að opna síðu, það ætla að íta á niður eða space eða eitthvað til þess að brása, en þá er það allir að fara að eiga við eitthvað input, eitthvað leita box efst. Þannig þetta er svona, maður er að passa sig með þetta. No validate, við ætlum ekki að keyra eitthvað villucheck, af því að ef við setjum hérna required, þá keyrir vafrinn fyrir okkur villucheck. Og þá getum við sett hérna pattern, við segir til svona verða gögnin að líta út. Þetta er svona regular expression eins og við skoðum aðeins í ritlilum í seinustu viku til þess að skoða. Þannig að við erum með stafinn á þetta. En tökum dæmi. Þannig að hérna erum við með bara e-mail. Og þetta er svo type e-mail. Og annað sem að gerist við það, ef við erum með þetta sem type e-mail og required og ég íta á senda, þá er hérna please fill in this field af því að það vantar að setja eitthvað inn í það, þetta er required, ég setja inn eitthvað. Please include an at in the email address. Þannig að þetta erum við að fá ókeypis frá vafranum bara með því að segja input type email required. Þannig að þá þarf ég að setja hérna, nei, þú vorst að setja líka inn punkt, þetta er incomplete. Þetta var samt complete en þetta er augljóslega ekki hérna, löglegt e-mail en þetta myndi grípa svona 80% af villunum sem myndi vera að lenda í. Þannig að þá sjáum við hérna uppi erum við með þetta þegar við setjum, þetta er með method type, form method get, þá fáum við hérna uppi nafnið, sem er nameið á fíldinum, það var e-mail og svo gildi í honum, það kemur hérna í vafran. Þá sjáum við, svona er þetta markað upp. Þannig að hérna er þetta label, þannig að það er hérna e-mail, ef við hefðum það ekki, þá myndum við ekkert vita hvað við ætlum að slá inn. Og með því að setja hérna label for email, þar sem að gildið í for er ID-ið á reitnum og ID-ið eins og munið er einkvæmt, þannig að það er einu sinni á síðunni. Þannig að hérna erum við búin að mynda tengingu á milli tveggja elementa sem geta verið hvar sem er, þau þurfa ekkert að vera undir sama elementinu, þau geta verið mismunandi stöðum í síðunni. En við myndum þessa tengingu með því að mynda hérna for email og þá getum við smellt hér og þá fáum við fókusin hérna. Þannig að þetta er núna tengt saman. Og þetta er eitt af mikilvægast að gera þegar við búum til form, er að tengja saman heitin og reitunum sem við viljum vinna með reitin sjálfan. Hérna er síðan með radio buttons, þannig að hérna íti ég á rauður, þá fyllist út í það, ég get ekki losað mig við það, en ég get ítt á grænn, farið hérna milli. Þá er þetta sett upp svona og sjáum líka hvernig field set er sett upp hérna, þannig að þetta hérna allt saman er inn í field set sem hópar þessu öllu saman sem einhverjum gögnum sem við ætlum að vinna með. Svo setjum við label hérna, nema hérna erum við með öðruvísi virkni á label. Ef að label innifelur í sér element, input element eða eitthvað form element og texta, þá tengist hann saman. Þannig að hérna er rauður tengdur við þetta hérna við það að vera saman í label. Hérna sjáum við
hvað þetta stingur ótrúlega í augun að ég hafi klikkað á indrættinum hérna af því að núna sé bara eitthvað label, annað label. Já, þá loka hérna, þetta á að fara hingað inn. Og svo hitt radio buttonið hér og þá sjáum við að því að það sama neymið á breytunni þá smelli ég á og þá færist gildið á milli. Ef það væri name foo hérna þá myndi ég bara smella hér og svo myndi ég smella hér og það væri búið að haka í báða. Ekki haka, velja báða. Hérna erum við síðan með dæmi, ef við sjáum hérna, þannig að við erum með type text, við erum með required, ég tók reyndar autofocus af þegar það bug, bara þegar þá missi ég fókusinn þegar ég opna glærnar, en þá myndi ég núna ef ég hef farið yfir þetta hérna, myndi ég strax fá fókusinn svona, svo skilgreini hérna pattern, og þetta regular expression sem við möttum að skoða aðeins þegar við fórum í JavaScript, en í grunninn þá sjáum við hérna, ég vil fá tölustaf 0 til 9, ég vil fá 1 eða 2 þannig, ég vil fá bandstrygg, ég vil fá tölustaf 0 til 9, ég vil fá 7 stykki. Og við segjum að þetta sé required og svo segjum við placeholderinn hérna, þannig að það það sem við sjáum hérna. Þannig að við getum svona, please fill in, please match the format requested. Ok, gerum það, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nú erum við góð, nú getum við samt þetta. Þangað til fáum við hérna villuskilaboð frá vafranum. Þannig að við getum notað þetta í staðinn fyrir að gera svona flóknari, fara út í einhverja svona sérstaka svona villumeðhöndlun og þetta getur oft flýtt fyrir og er oft bara nóg. Ok, þá þetta búið og þetta þá í raun bara yfirferðin yfir HTML elementin sem við ættum að vera að nota. Við munum kannski sjá af og til einhver ný, það eru einhver sem við þurfum að skoða í sambandi við verkefni 2 sem að en það í raun nokkurn veginn það að þið eru að fara að búa til ykkar eigið form, ykkar eigin töflu og ykkar eigin texta og svo búið til valmynd sem fer á milli. Þá ætla ég bara að hoppa yfir í næsta fyrirlestur, þetta var aðeins lengra en ég ætlaði mér. En það þá þetta að þegar við erum að velja element, þannig að við erum með eitthvað í hausnum, við erum með einhverja hugmynd það hvernig við ætlum að setja eitthvað. Við ætlum að setja fram einhverja setja upp einhverja síðu, við erum kannski með hönnun, við erum ekki með hönnun, við erum bara með einhverja hugmynd. Við ætlum að setja upp hérna, setja upp einhverja grein eða við ætlum að setja upp eitthvað. Þá þurfum við að velja element sem á sem mest við það sem við erum að vinna með. Og það getur oft verið mjög svona beint á augum, eins og að segja bara, hei, ég er með fyrirsögn, ég nota bara H1, þetta er fyrsta fyrirsögn, hún skiptir mestu máli, veljum við það. En svo getur þetta orðið flóknara, eins og ég er með tilvitnun í einhvern og ég vil, þú veist, segja þetta er tilvitnunin og þetta er sá sem ég er að vitna í. Hvernig á ég að marka það upp? Og þá þurfum við að fara yfir og finna elementið sem á best við, ef það er til eitthvað sem á við, og lesa í merkingafræði þess hvað er ætlast til þess að þetta element innihaldi. Og við getum notað til þess bæði spekkin, bara fengi skilgreinina beint. En mér finnst best að nota HTML5 element index hjá HTML5 doktor, sem eru svona HTML nördar sem hafa sett saman svona yfirlit, svona þægilegt að nota yfirlit. Og svo er líka hægt að nota MDN sem er Mozilla Developers Network sem er líka með svona HTML element reference. En ok, ef við ætlum að fylgja eftir þessa spurningu hérna, við erum með einhverja tilvísun sem við ætlum að hérna, setja inn, þá getum við segja hérna, ok, við erum með APR, þetta er abbreviation eða acronym, til þess að við ætlum að setja inn HTML og myndum vilja skrifa HTML í Hypertext Markup Language, þá getum við sett það í APR. Article, aside, audio, ok, BDE, ok, block quote. Block quote element represents a section that is quoted from another source. Content inside the block quote must be quoted from another source whose address, if it has one, may be cited in the cite attribute. Þannig að þetta er það sem við myndum líklegast vilja. Þannig að þá getum við farið hérna og skoða code snippet. Ok, svona getum við notað þetta. Eða þá viljum við fara bara enn frekar í þetta og sjá hvað spekkurinn segir. Hann er ekki að fara með einhver réttan stað. Svona. Hérna. Block quote. Ok, þá getum við séð hérna
hvað er content attributes, cite, link to the source of the quotation, getur skorrað hérna niður, fengið nánari upplýsingar, fengið hérna example með, hérna sjáum við, abbreviation, hérna þýðir þetta, etc. Footer, cite, Shakespeare, þannig að svona getum við séð. Þetta orðið miklu flóknara en bara það taka inn eitthvað svona quote. Þannig að þetta getur bæði verið bara einhver einn texti eða þetta getur verið texti með flóknari upplýsingum í. Þannig að þetta er svona partur af því sem getur verið skemmtilegt þegar maður er að vinna með HTML, að finna hið eina rétta element og þá hann er auka resource og þá finna elementið með hérna einu réttu merkingu og þá kemur inn þessi merkingafræði eða semantics, semantic HTML og það er þetta, það er sterklega mælst til þess að við veljum rétt element þegar við erum að skrifa eitthvað í HTML. Þannig að við setjum ekki p undir eitthvað sem er í raun quote frá einhverjum öðrum stað. Við setjum ekki eitthvað annað. Síðan ef við ætlum breyta framsetningunni, hvernig þetta lítur út, þá notum við CSS. Við breytum ekki útlitinu með HTML. Við veljum ekki elementi út frá því hvernig það lætur hlutin lítur út, heldur með hvaða merkingu það hefur. Og það er mörg element eins og við höfum séð, en svo getum við líka nota attribute til þess að enn frekar tjá meiri merkingu í elementið. Dæmi þetta, við ætlum að vera með einhver texta með fyrirsögn. Við gætum gert það svona að þegar þetta lítur svona út og þetta matchar við það hvernig haustum okkur texti sem er fyrirsögn og svo texti eigi að líta út. En merkingafræðilega séð hefur þetta enga merkingu. Það sem við myndum vilja gera er að velja H2 af því að hugsanlega var þetta ekki aðalfyrirsögnin og svo P af því að þetta er málsgrein. Og hérna svona, þetta er bara út af því að þetta stíla til í glærunum svona, en þið getur séð að þetta svona fær sama útlitið cirka bát. En útlitið er ekki það sem skiptir máli þegar maður velja element, heldur merkingin. Þetta er svona eitt elsta dæmi sem ég man eftir þessu frá 2002 og kallað Bed and Breakfast Markup. Þetta er búið að vera debatt sem búið að vera eiga í mörg ár merkingafræðina. En þá mætti spyrja af hverju díla við það. Af hverju getum við ekki bara nota P fyrir allt, bara texti og eitthvað og þú veist, skiptir þetta einhverju máli? Þetta gerir í grunni það að aðskilja milli merkingar og útlits það að við getum breytt öðru á þess að hafa áhrif á hitt. Við getum búið til útlit á eitthvað sem er ekki orðið til nú þegar. Við getum búið til útlit á einhverja nýja grein bara með því að búið til byrjum nýtt. Við getum búið til grein, skrifa grein með réttu HTML-i og nota rétt element sem við erum síðan búin að stíla til með CSS hvernig þau virka og svo getum við breytt fyrirsögn yfir í millifyrirsögn og með því erum við búin að breyta merkingunni og við vitum að útlitslega séð í CSS-inu eigum við að stíla H3 öðruvísi en H2 þannig að þá breytist útlitið þar á milli út af því að við höfum áhrif á útlitið á einu stað og merkingun á öðru stað. En við getum líka, ef við lesum skjalið án þess að hafa útlitið, séð munin. Við getum séð hvað er aðalfyrirsögnin og hvað ekki. En þetta kannski skiptir ekki mestu máli fyrir okkur sem einstaklingar sem erum að lesa þetta, heldur fyrir svona stærri verkefni. Af því að þegar við erum að taka útlitið okkar og kóða það inni með merkingun okkar, þá þýðir það að við ætlum að fara að breyta í raun efninu sjálfu. Þá þurfum við að fara að breyta öllum elementunum til þess að vera að nota element sem að ljá einhverja útlitslega eitthvað útlit. Í staðinn fyrir það að geta skilað milli, þetta er alveg farið út í einhverja klessu hjá mér hérna. En sem sagt, góð merkingafræði getur líka aukið aðgengi að vef að því leyti að eins og ég var að reyna að koma að þó svo að við sjáum hlutin lít út sem einhverjum svona fyrirsögn eins og í dæmi hérna ofan
En ef að við værum til dæmis með lesvafra sem að lesa þetta fyrir okkur, þá segir hann okkur ekki þetta sé fyrirsögn og við getum ekki hoppað á milli þessara fyrirsögna eins og við værum með yfirlit í bók, heldur sjáum við þetta bara sem eitthvað B-element sem stendur bara eitt og sér. Við getum ekki í raun búið til eina útlínu úr þessu. Við getum ekki lesið betur rétt úr gögnunum miðað við það sem er. Síðan eru með vélar, þá eins og lesvélar sem geta gert þetta, en svo líka til dæmis eins og Googlebot sem að indexar allan vefinn og les í raun HTML-skjöl út allt, pikkar upp hvað eru fyrirsagnir og birtir það á viðeigandi stöðum, rankar efnið okkar og við getum komið betur upp í leitarniðurstöðum ef að við notum góða merkingafræði. Svo erum við Pocket og Instapaper sem eru svona þjónustu sem að leyfa okkur að vista hluti og lesa þá aðskilið frá í raun vefnum sjálfum og þá getur þau lesið inn hvað eru fyrirsagnir og byrt þá í einhverjum svona stöðluðu útliti greinar. Og síðan geta vafrar byrt efnið á einhvern nytsamlegan hátt sem okkur hefði ekki dottið í hug. Til dæmis ef við notum input type color, þó að það væri ekki byrjað að vera stutt í öllum vöfrum, þá einhverjum tímapunkti verður það stutt og þá allt í einu verður vefurinn okkar aðeins betri af því að við notum rétta merkingafræði. Og svo það snyrtilegra og það faglegra af því að það eitthvað sem við viljum gera, við viljum vera snyrtileg og við viljum vera fagleg. En áður fyrr var merkingu og framsetningu blandað óhugað saman, þannig að þá voru við yfirleitt með svona töflur notaðar til að skipta upp síðunum og ósýnilegar myndir sem var kallað svona spacer gif, 1x1 pixel gif myndir sem voru transparent, gegnsæjar, sem voru notaðar og stækkaðar til þess að búa til pláss hér og þar. Font var notað til að stýra stærð og lit á letri og til dæmis svona til þess að reyna að koma aftur að það sem ég var að rambla á og skildist ekki neitt það sem ég var að segja. Ef við værum með allt sett upp svona, þannig að við varum búin að setja þetta á að vera 12 punkta rautt letur í Comic Sans, nákvæmlega hér. Og svo ætlum við að gera eitthvað, nei, þetta átti ekki að vera Comic Sans, þetta átti að vera Arial. Og þetta átti ekki að vera rautt, þetta átti að vera grænt. Þá þurfum við að fara inn í síðun okkar og breyta þessu á öllum stöðunum. Í staðinn fyrir það að segja bara eitthvað, þetta er áherslan okkar. Þá setjum við strong. Og svo í CSS-un okkar, þá segjum við, strong á að líta þannig út að það er 12 punkta rautt letur í Comic Sans. Síðan bara skrifum við skjalið okkar, gefum hlutum emphasis eða áherslu með því að nota elementið sem gefur emphasis og þá getum við húkað saman útlitið við merkingun okkar. En þetta, eins og við höfum farið yfir, þá virkar þetta allt saman og ennþá í dag, út af því að vafrar eru ótrúlega töff tæki sem að styðja HTML alveg aftur í fornöld, þannig að við getum notað font, þetta er bara það sem við vorum með á hann og marquee, ef við setjum marquee og svo text inn í hann, þá er það svona side scroller á einhverjum tímapunkti fundust einhverjum vafraframleiðendum það að þetta virði að vera í HTML til að gera svona tikkara, en þú veist, þetta gerir ekki neitt. Þannig í dag notum við þetta ekki, en þetta er ennþá til staðar. Og ég hef alveg fengið verkefni þar sem einhver var búinn að copy-paste eitthvað frá 1999 inn í verkefni sem var með font. Þannig að ef þið sjáið font element, þá er það eitthvað sem við notum ekki, af því að það er til þess að stýra útliti. Það er eitt af þessum úreltu elementum. Font og center er það sem var svona yfirleitt, center notar bara til að miðja eitthvað. Og í dag notum við algjörlega bara CSS til þess að stýra útliti. Það er líka búið að fjarlæga attribute, sem voru það notað til að align einhver efni eða setja einhvern bakgrunn á eitthvað eða búið til einhvern bakgrunnslit. Þannig að, til að taka þetta saman, við skrifum HTML þannig að byrja merkingu, við stýrum framsetningu með CSS og við fáum þannig hreina skiptingu á milli efnis og útlits. Svo kemur það inn í þetta að þið setjast niður og þið ætla að fara að velja ykkur eitthvað element til þess að setja vefinn ykkur upp í og þið finnir bara ekki neitt. Þá höfum við div og span sem eru svona ómerkingabær element sem við getum notað þegar ekkert annað á við. Og
div þá notað svona til þess að skipta í svona block level. Það svona fyllir alveg upp í lárétt pláss, þannig að það tekur alveg út hérna býr til svona nýtt division, svona nýja blokk, að meðan span fyrir texta, sem fellur þá inn í texta sem að hérna nærliggjandi. Þannig að við sjáum hérna ef við setjum eitthvað hérna, hendum þessu út. Við setjum hérna div, halló, og svo span heimur, div, span, jú, það mjög góð hugmynd. Svona, þannig að þá kemur þetta hérna, halló heimur, en ef við breytum þessu hér, velja hérna div, svona, það sjá ég búinn að blokka div, svo nota ég option D á makkanum, ég held að sé Ctrl D á Windows, þá vel ég næsta streng sem nákvæmlega eins. Þannig að núna ég búinn að velja báða og þá gerir ég bara hérna span. Þannig að, sparaði mér nokkra sekundur. Þá sjáum við að halló ekki lengur div sem fyllir upp í lárétt, allt plássið hérna, lárétt, heldur það núna orðið texti sem fellur inn með hinum textunum sem þá hitt spanið. Svo þessi merkingafræðilega siðvendni eða svona semantic, það að vera svona mjög strikt á því hvað við erum að velja. Og það margir sem voru það er minna orðið það, en það ekki þannig að við megum aldrei nota div eða span. Við gerum okkar besta, við höfum þetta í huga, við vitum hvernig þetta virkar og við brjótum síðan reglurnar þegar við vitum að það bara annað ekki tími til þess að vera einhverju svona merkingafræðilegri svona dúllerí eða að við bara, það einhverjar ástæður og við vitum að við séum hvað við erum að gera. Þannig að við einbeitum okkur svolítið að því að skrifa snyrtilegt og gott HTML og eyðum ekki of löngu tíma í að finna hið eina rétta element. Þá getum við bara nota div eða span og sett einhver class sem ljáir því merkingu sem skilst ekki bara fyrir okkur, heldur líka vonandi fyrir einhvern annan sem vinnur í þessu með okkur. Ok. Ef við að halda aðeins áfram með að taka smá pásu. Höldum það áfram. Aðgengi oft, þið heyrir kannski tala um aðgengismál og þá eitthvað svona, það ekki bara eitthvað fatlað fólk geti notað vefinn okkar. En það ekki svoleiðis að því að aðgengi snýst bara það að fólk geti notað vefinn okkar. Að því að við getum öll orðið fötluð, því að fötlun mjög svona flúið skilgreining á einhverju tímabundið og mörg okkar eiga við eitthvað dagsdaglega sem ekkert, sem við kalla beint fötlun, en ef við svona höfum það í huga þegar við erum að setja upp vefinn okkar að fólk ekki allt alveg eins og við, þá verður allt betra fyrir alla yfirleitt. Og það hérna Alphabet of Accessibility Issues sem svona tekur 26 raunveruleg dæmi það hvað í raun svona mætti kalla sem fötlun með eitthvað sem accessibility og aðgengi tekur til. Það ekkert bara það að blind fólk geti notað vefinn okkar. Það svo rosalega margt annað sem kemur inn í. Og náttúrulega í grunninn þá viljum við ekki mismuna fólki vegna fötlunar. Og það var rosalega mikið hérna fyrstu þegar var verið að tala hérna, hey, hugsið aðgengi, það skiptir máli og þegar við erum með eitthvað svona vef og við erum búin að smíða hann og við höfum ekkert pælt í aðgengi og ætlum svo að gera eftir á, við erum búin að gera eitthvað risastórt projekt og ætlum að gera aðgengilegt eftir á, þá það töluvert dýrara en bara að gera þetta í byrjun. Þetta ekkert flókið, þetta bara svona eitthvað sem maður gerir leið og maður að leigja upp og setja upp HTML fyrir vefinn sinn. Og aftur, vefurinn okkar verður betri fyrir alla. Og lagasetningar eru byrjaðar að í raun koma inn og þá aðalega kannski Bandaríkjunum núna, til dæmis, ég man ekki hvaða, var einhver stór verslun í Bandaríkjunum sem fekk bara einhverja $1 million sekt fyrir það að vera ekki aðgengileg fyrir
eitthvað kuna sem bara lögsótti þá, það er sem maður gerir í Bandaríkjunum og þar eru svona mun sterkari lög sem segja að þetta má ekki. Og þá er náttúrulega spurning sko, hvað má ekki, hvernig skilgreinum við þetta, hvað er svona okkar svona mælistika fyrir það hvað er aðgengi og hvað er aðgengilegt. En það er í raun til þá staðall hjá W3C sem heitir WCAG 2.0 sem er Web Content Accessibility Guidelines, útgáfa 2 og þetta eru tilmæli og prinsip sem við höfum í huga þegar við erum að vinna. Þá prinsipin höfum við í huga, tilmælin tökum við til okkar til þess að gera við aðgengilega. Og þetta eru 3 level, þannig að við erum með A sem er minnsta stig, sem er bara við gerum að allra minnsta. Svo erum við með AA, þetta er svona það stig sem við ætlum að stefna að. Og svo erum við með AAA eða 3A. Það er mjög erfitt að ná því. Það er öll skilyrði eða tilmælin eru uppfyllt á WCAG 2.0. Prinsipin sem við ætlum að hafa í huga þegar við erum að vinna vefi eru það að vefurinn okkar er perceivable. Upplýsingar og notendaviðmót verða að vera sett upp þannig að notendur geti skynjað þau. Það geti allir jafnt skilið hvað er í gangi. Þau eru operable, þar að segja að allir sem að geta skynjað þau geti síðan nota þau þannig að þau séu nothæf. Og þá aðalega leiðsögukerfi. Þau þurfa að vera understandable, þau þurfa að vera skiljanleg. Þegar ég er búinn að komast að einhverju þá verð ég að geta skilið það, þannig að þau verða sett upp þannig að þau séu skiljanleg og ekki sett upp þannig að þú skiljir þau bara þegar þú horfir á þau með augunum í þessari röð, í þessu konteksti, heldur verður að líka vera þannig að þau eru sett upp þá merkingafræðilega, þannig að það sé hægt að lesa úr þeim, þetta er fyrirsögn, þetta er millifyrirsögn, þetta er texti, þetta er linkur, þetta er eitthvað sem er verið að draga athygli að, þetta er eitthvað annað. Og þau verður að vera robust, og þetta er svona kannski mest svona veik af þessum prinsipum, en þannig að við verðum að geta nota þau af breiðum hóp tækja. Þar með talið hjálpatækjum, eins og skjálesurum. Síðan erum við með svona hjálparstaðal við WCAG sem er WCAG Techs og það er Techniques and Failures for Web Content Accessibility Guidelines 2.0. Og þetta er þá listi af aðferðum til að uppfylla WCAG 2.0 með lýsingum og prófunarlýsingum. Þannig að þetta er svona búið til þess að mæta þeim sem segja svona hei, þetta er allt svo flókið, ég veit ekki hvernig á að gera þetta. Þannig að þá er þetta bara, ok, þegar þú ert að vinna með efni, þú ert að vinna með myndir, þá viltu hafa allt attribútið á elementinu sem segir þá til eitthvað. Þá er það hérna, images, description hérna, specify a short text alternative with the alt attribute. Note the value of this attribute is referred to as alt text. Þannig að ef við erum með einhverja mynd sem skiptir máli fyrir samhengið, en einhver er að lesa vefinn okkar sem getur ekki skynjað myndina, þá þurfum við að hafa einhver texta sem gefur okkur textan sem er sambærilegan við það sem að upplifunina sem ég fæ af því að horfa á myndina, ef að það skiptir máli. Þannig að hér er dæmi free newsletter, kannski er þetta einhver mynd af newsletter sem inniheldur textan free newsletter, get free recipes, news and more, learn more. Þannig að hafa myndatexta er ekki texti, þannig að þá þurfum við einhvern veginn að hafa alternative upplýsingar fyrir það. Svo er hérna eitthvað the building's floor plan, þannig að þetta er í raun frekari upplýsingar um það hvernig við eigum að skrifa svona allt texta. Síðan eru hérna tests sem segja okkur bara eitthvað, skoðuðu hvert element, athuguðu hvort að það sé með allt attribúti, á það við, þá er það gott. Expected result, checks 2 and 3 are true. Þannig að þetta er í raun fer í gegnum öll þessi atriði sem eru hérna, sem eru mýmörg, hérna til hliðar. Og þið sjáum að þetta munir í raun, ef við uppfyllum öll þessi skilyrði sem eru hérna, þá myndum við ná 3A staðli. En það getur orðið mikið. En þið sjáum hérna, við tökum bara eitthvað, using OL, UL, and DL for lists or groups of links. Þannig að ef við bara notum HTML eins og það er ætlast til og við erum með lista af hlutum og við setjum þau upp með UL og li, þá erum við búin að uppfylla þetta. Þannig að þess vegna er þetta að nota merkingafræðina og þá er þetta allt
að fara að vera nokkuð bara gott hjá okkur frá byrjun. Það eru engar beinar reglur á Íslandi í dag sem að gera það verkum að við verða að vera aðgengilegir, en það er í vefhandbók innanríkisráðuneytisins frá 2012 er þessi klausa að þetta sé svona tilmæli, en núna í gegnum Evrópusambandið erum við að fá reglugerð sem á að koma til virkni held ég í janúar á næsta ári, sem að segir að allar opinberir vefir verði að vera WCAG 2 AA aðgengilegar. Og þá annars er það bara í brot við lögin og þá er það stjórnvalda að ákveða hvað það þýðir að vera að brjóta þessi lög. Svo linkaði ég í textanum sem ég er búinn að setja inn að það eru greinar frá honum Birki Rúnari sem er félagi minn og hann er blindur og er tölvunarfræðingur, útskrifaður frá Stanford held ég. En hann er ótrúlegt að fylgjast með honum. Hann er alveg blindur. Hann er með braille-vél sem er tengd við tölvuna sem hann notar til þess að lesa lengri texta. Hann notar lesvafra fyrir allt og hann notar lyklaborðið til þess að forrita og er bara, getur notað þetta allt út af því að það er búið að vinna í því að gera tæknina aðgengilega. Nokkur atriði sem við höfum í huga þegar við vinna aðgengi. Titill og síðu er það fyrsta sem skjálesarar lesa og það skal vera lýsandi, þannig að title elementi skiptir máli. Allt textur á myndir, tóman allt texta ef við erum bara með þetta til skrauts. Að sleppa allt attribútinu er ekki nóg. Huga lesblindum með því að hafa ekki lélegan kontrast á texta, ekki hafa of langar línur, ekki hafa textan of þéttan. Litblinda er líka eitthvað sem maður hugsar ekki ef maður er ekki litblindur. Ekki vera með rauðan og grænan sem skiptir máli að geta séð muninn á, af því að það geti ekki allir séð muninn á því. Skilgreina hvernig tungumálið er, hafa góða litamóðstöðu, þegar við örugglega öll nota vefið þar sem er svona fölgrár á hvítum bakgrunn, ógeðslega cool, en fáránlega erfitt að lesa það. Nota fyrirsagnir í réttri röð, af því að lesvélar geta hoppa á milli fyrirsagnanna með því að nota ákveðna shortcuta, þannig að þú getur verið að lesa texta, hoppa yfir næstu fyrirsögn, sé hvað er að vera. Skrifa lýsandi texta á tenglum, ekkert smeltu hér, af því að það gefur okkur ekki allt samhengið. Lesvélar aftur, hoppa yfir á milli linka, þannig að þú varst að hoppa á milli og heyrir smeltu hér í boðhætti, smellir hér, en það sem stóð fyrir framan var. Ef þú vilt eyða öllu, smeltu hér. Við mútum að prófa hérna. Munurinn á því að vera með rétt tungumál og ekki. Þetta er satt franska lesin með enskum talgervli. L'eau monte au fur et à mesure de la fonte des neiges. Franska lesin með frönskum talgervli. Þannig að þarna ef við höfum lang en franska texta, þá geta lesvélar lent í þessu, en við skilgreinum rétt. Við viljum breyta sem minnst grunnhegðunin í vefrunum, þannig að við viljum þess ekki banna þessi zoomað á síðu. Já, spurning. Hvað gerir maður ef maður er með texta á mörgum tungumálum? Ef maður er með texta á mörgum tungumálum á síðunni, þá er lang líka global attribute, þannig að þú getur sett það á svona phrasing content eins og P eða A, getur sagt, hei, þessi síða er almennt á íslensku, en hér er quote á ensku, þannig að þá segjum við lang en. Svo viljum við takmarka notkun á efni sem birtist aðeins þegar mús er svona hoverað yfir. Það er svona eins og hérna á háskólanum, að taka, nei það var ekki hérna á háskólanum, það er ekki lengur. Það var Vísi. Svona, þið vitið hvað þetta er, svona hover menus eins og hérna. Það sem að við erum að koma fyrir miklu efni sem við sjáum ekki nema þegar við förum með músinu yfir. En svo ef þið myndir reyna að skoða þetta, ok, áhugavert. Þetta er nú minna við núna þegar við höfum svona responsive. En þetta, af því að þú veist, þegar við erum á mobile, þá getum við ekki svona, það er jú einhver tækni komin, en við getum ekki svona hoverað puttunum yfir. Og við höfum lent í að
smetla á eitthvað, þá birtist ykkur vélmynd en þeir eru búin að velja eitthvað og þeir farið yfir eitthvað, shit, farið tilbaka og það verður skrítið. Þannig að með mobile er svona hoverdót að reyna að forðast það. Fyrir vídeo, reyna að íhuga að texta þau, af því að það gerir rosalega mikið fyrir vídeo að texta þau, af því að ekki bara það, ef þeir til dæmis eru útlendingar sem tala ekki fullkomlega íslensku og þeir eru að hlusta á mig og ég tala hratt, en ef þið hefðu textan með, þá myndu þið skilja orðið að þið getið lesið það ásamt því að heyra mig segja það. Ég reyndi í fyrra að fara yfir fyrirlestrana og gera svona subtitles fyrir hvern einasta fyrirlestur. Ég hætti eftir 1,5 tíma þegar ég var búið með 20 mínútur. Þannig að þetta er rosalega erfitt, en það getur margborgað sig. Og skrifa einfaldan texta. Við erum ekkert að flækja þetta. Svo annað sem við getum gert þegar við erum með að prófa aðgengi er bara að nota lyklaborðið og hætta að nota músina og bara getum við nota vefinn okkar án þess að nota músina. Ég get farið hérna og smelta á þetta og hérna eitthvað niður til þess að skipta á milli, en get ég ítt hérna á tab til þess að fara það og það er eitthvað, ég er að gera eitthvað, ég er að tabba í gegnum alla slæðina sem eru utan á undan, en ef við prófum hérna HI og Hacknet, og það eru margir sem nota ekki mús og nota bara lyklaborðið, þannig að núna er ég hérna, ég get nota space til þess að hoppa svona niður, ég get farið aftur upp. Hérna sjáum við, þetta er mjög gott fyrir aðgengi, skip to main content, þannig að þá þarf ég ekki að tabba í gegnum allt hérna, þetta getur bara smellt beint á þennan. Þá fer ég hérna í meginmálsíðunar, nú get ég hérna ítt á tab og fer á milli, og ég get farið fram og tilbaka, ég get ítt á enter til þess að gera þetta. Svona get ég nota bara vefinn með lyklaborðinu, ég get skrifað eitthvað hérna, ég get leitað. Einhver hefur verið að prófa eins og ég. Nei. Og þannig að allar aðgerðir og upplýsingar ættu að vera aðgengilega með lyklaborði. Aftur, ef við erum með eitthvað svona hoverdót, þá getur verið rosalega flókið að láta það virka vel með lyklaborði. Fjarlægi ekki sjónræn merki um hvar fókus er. Þá er það þannig, ef við værum hérna, ég get loka, við sjáum að það koma svona grátt border utanum linkin sem ég er með hérna. Það segir mér hvert ég er komin. Án þess, þá sjáum við hérna, núna er þetta svona, ég get farið hérna út. Þetta er ekki ókeypis að hafa gert þetta svona, sko. Þannig að það opnist menjúin þegar ég hofar yfir hann til þess að geta farið hérna í gegn. En þá sjáum við líka svolítið aftur, þetta er svolítið, hérna, þess vegna er þessi skip to main content linkur hérna sem birtist þegar ég hofara er afskaplega þægilegur. En að fjarlægja það að ég viti hvar ég er staddur, gera það verkum að ég get náttúrulega ekkert nota, ég geti tappað þessu ég vil, en ég get ímyndað ykkur að vera komin hingað og ég sæi hvar ég væri, þá var ég svolítið skrút og ég þurfti eiginlega bara svona þreifa mig áfram með því að íta á enter eitthvað, er ég komin á verkfræðissvið? Já, heppin ég og svo áfram, þannig að við viljum ekki fjarlægja hann. Hönnur eru svolítið, af því að aftur getum við smellt á eitthvað svona og þá fáum við stundum svona, það er búið að taka út hérna, þá fáum við þennan sama, ef við erum ekki að vanda okkur með CSS-ið okkar, þá fáum við þetta hérna þegar við smellum. Það er búið að gera það rétt hér, en hönnur finnst það ljótt, þá er þetta að gera í CSS outline none, en það fjarlægir allt outline alltaf og það er ekki það sem við viljum gera. Við viljum skoða betur þegar við fyrir með CSS hvernig við getum gert þetta snyrtilega. Með form, nota alltaf label, þá er dæmum hérna, ef við erum ekki með label, það er kannski lent í þessu, samþykkja skilmála, við erum að smetla nákvæmlega hérna. Með label getum við smelt allstaðar á þetta, betra fyrir alla. Töflur, tengja fyrirsögnin við reit, ef ekki, þá heyrum við ekki, ef við erum að nota lesvafra. Linkur. Þessi. Þið megið senda mig bara hvar það er bilað. Þá ég get alveg hafa sett eitthvað bilaðinn. Ég ætla bara að við powerum bara through, hættum bara þegar ég er búinn.
Aria, þetta þegar við erum farin að vinna í stærri verkefnum sem við munum, ég heldur bara að færi þetta og skoða þetta betur þegar við förum við þetta núna. Þetta svona þegar við erum að vinna með stærri verkefni sem eru hugsanlega svona flóknari vefir, ég geti hugsað þessu Facebook sem eiginlega bara eins og forrit. Ég geti gert ýmislegt, þér aldrei að endurhlaða síðunni, það að pop-up notificationum hitt og þetta, það alltaf gerast. Og þá Ari eitthvað sem hjálpar til með það, til að kemur notification, að geta látið eitthvað vita sem að hlusta á vefinn, vita eitthvað nýtt hafi bæst við. Þannig að því að þú sérð ekki poppa upp niður í vinstra megin, en þú færð eitthvað notification, eitthvað sem segir, lesvafurinn þinn segir, hey, það var eitthvað að gerast. Síðan getum við notað svona roles til þess að skilgreina hlutverk ákveðina elementa. Við erum kannski búin að búa til eitthvað nýjan takka. Við getum ekki notað button elementið. Þá viljum við setja role button eða role main til þess að skilgreina þetta. Hey, þetta hérna element sem div, það haga sér eins og button. Svo getum við sett okkar eigin label og þetta gerir ýmislegt. Dæmi svona, við getum sagt, ef við erum með svona flóknari, við erum með eitthvað tré sem opnast, þá getum við sagt, hey, það expanded, þá les vafurinn eitthvað sem segir okkur þetta sé expanded eða ekki. Described by, þetta mjög gott fyrir það að taka, ef við erum með form og við erum með einhverjar auka upplýsingar, sem segja til dæmis, þú þarft að skráa netfang. Þú þarft að skráa netfang út af því að við þurfum að geta sendið tölvupóst til að gera X. Þá þetta að nota aria described by á inputið og þetta ID-ið á textanum sem segir auka upplýsingarnar. Þannig að þá getum við tengt þetta við eitthvað meira en bara label. Og það betra dæmi í textanum sem ég búin að setja inn fyrir HTML og það partur af HTML verkefni 2 að nota þetta aðeins, svona smá til að snerta á aria. En við viljum svolítið ekki fara svona overboard í því að nota aria og skilgreina role button á button af því að button í eðlisínu button og við þurfum ekki að segja að hann sé button. Og við ættum í rauninni ekkert að vera að nota aria nema við vitum sirka hvað við erum að gera. Og þá sérstaklega þegar við erum að gera svona flóknari JavaScript útfærslur. Þannig að þá það bara eitthvað svona fyrir ykkur, þegar þið farið að gera flóknari vefi, þá svona, hey já, aria, það eitthvað sniðugt að skoða það. Síðan erum við með skjálesara og ég ætla að sleppa að taka dæmi núna, ég ætla að reyna að taka dæmi bara í næsta tíma. Að sérstaklega núna í Apple, bæði OS X og í iOS og Apple TV erum með VoiceOver sem rosalega góður skjálesari sem bara hægt að nota og kveikja á strax. Og þannig miklu auðveldara í dag að prófa aðgengislega að segja hvernig vefirnir virka en fyrir nokkrum árum síðan. Svo erum við líka komið með TalkBack í Android sem mjög áhugavert. Ef þið farið undir settings ef við með Android, undir accessibility og kveikið á TalkBack, þá getið þið farið og nota Android, bara loka augunum og þið getið nota símann ykkar að öllu leyti bara með því að þukla eftir skjánum. Þið komið yfir eitthvað og þá segir hann, hey, þú ert yfir takka, takkin með labelið þetta. Tvísmeltu til þess að nota hann. Og það mjög svona sýnir manni miklu betur hvað tæknin komin langt. Síðan í lokin SEO sem leitavélabestun og hún kemur svona inn í HTML af því að þegar við erum að vinna með efni og við erum búin að setja eitthvað upp og við viljum síðan að það fara að finnast og komið fram í einhver googlar vefforritun, þá vil ég helst að megin síða vefforritun komið fyrst fram af því að ég náttúrulega með bestu síðuna en þá skiptir máli að vera búin að leitarvéla besta síðuna til þess að hún komi betur fram en það mörg hundruð breytur sem skipta máli og þetta mikil fræði, það fólk sem vinnur við þetta fullu starfi að vinna við svona leitarvéla bestun en í grunninn þetta bara að nota merkingafræðilegt HTML, skipulagt efni sem læsilegt og einstakt. Þannig bara skrifum gott efni, verum ekki að tróða of miklu á hverja síðu, setjum það skipulega upp og notum merkingafræði og þá þetta svona, þá erum við svona 80% komin, svo svona getum við tvíkað ýmsa hluti. Fyrir efni, þá þetta mjög svipað á bara það sem ég er búin að vera að tala um. Lýsandi titill, skipulegt, læsilegt og einstakt.
Skipt upp á síður, ég á að vera að segja þetta. Einstakar og hnitmiðar fyrirsagnir, nota fyrirsagnaelementin til þess að skipta efninu upp. Allt texta á myndir, enga myndir að texta, alveg sem með aðgengið. Lýsandi texti á tenglum, alveg sem með aðgengið. Skilgreina lýsingu með meta description. Skilgreina lýsigögn. Í dag er það orðið miklu meira relevant en það var að skilgreina lýsigögnum fyrir svona helstu þjónustur, eins og til dæmis Facebook og Twitter. Þannig að þegar þið takið slóðina af einhverju og pastið á Facebook, eða pastið á Twitter, pastið í Slack, þá sjáu það að koma upp svona myndir, kannski ekki sami textin, kannski minni einhverjum lýsigögn sem eru öðruvísi, koma kannski fram á síðunni, þá getið þið notað þessi meta property til þess að stilla það sérstaklega. Og þetta getur eftir orðið, hérna fyrir Facebook, þá getum við sagt, þegar einhver deilir síðun okkar á Facebook, þá viljum við að þessi hérna titill komi upp með þessari lýsingu og þessari mynd. Annað fyrir Twitter, annað fyrir Pinterest, annað fyrir Slack, annað fyrir hitt, annað fyrir þetta. Það er marga þjónustur til, en svona að vera með á hreinu. Þetta getur skipt miklu máli að hafa aðlaðandi mynd þegar þið pastið ykkur á Facebook og eru að deila því til þess að fá engagement frá síðan einhverjum öðrum sem sér það. Þannig að þetta svona krossar svolítið yfir í svona markaðsfræði sem að SEO er yfirleitt í. Svo erum við slóðir. Við erum með svona fallegar slóðir, ekki of langar eða flóknar. Og þá er það í raun eins og við sjáum hérna. Við förum á HÍ og við förum hérna undir nám. Háskólinn, verkfræði. Þá sjáum við hérna erum við með verkfræði og náttúruvísindasvið, forsíða verkfræði og náttúruvísindasvið. Svona full langt, en við samt skiljum hvað erum að vera. Getum við farið hérna niður á tölvunarfræðideild, grunnnám. Þá sjáum við hérna erum við samt ekki með svona lýsandi slóð. Þannig að ef ég myndi taka þess hérna slóð og setja inn í eitthvað, þá myndi ég ekki beint vita að hún á við grunnnám í iðnaðarverkfræði, vélaverkfræði og tölvunarfræðideild. Þannig að getum við séð munin á þessari slóð og þessari slóð. Annað er eitthvað ID í einhverjum gagnagrunni sem segir okkur nýja. Hitt er í raun allavega lesanlegt heiti á því sem við erum að fara að linka á. Og þetta getur skipt máli fyrir eins og Google. Ef orðið sem þú ert að leita eftir kemur fram í slóðinni, í fyrirsögninni og í textanum, þá er mjög líklegt að Google muni halda að þetta sé gott resource fyrir það efni. Við viljum ekki hafa efni á mörgum slóðum, við viljum ekki hafa sér mobile web sem blessunarlega hægt m.eitthvað. Ef við erum með efni aðgengilegt á mörgum stöðum, þá viljum við segja hvað er canonical staðurinn, hvað er í raun grunnstaðurinn sem við höfum að vísa á, sem þetta efni lifir á. Og ef við erum einhvern tíma með efni aðgengilegt og við breytum, þá viljum við halda því áfram aðgengilegu á gömlu slóðinni og áfram senda á nýja slóð. Þannig að getum við verið, eins og ég held að þessu linkur virki ekki, þá getum við verið að breyta hjá WebAIM. Þegar við settu þessa grein undir einhverja nýja slóð á webnum og þá brotnuðu gömlu slóðurnar sem þýðir að ef ég er búinn að linka í eitthvað, þá brotnar það af því að það er ekki verið að viðhalda þessum samning okkar á milli hérna. Við erum að nota vefinn, ef ég get linkað á þig, þá verður það aðgengilegt. Þannig að við reynum að láta efni vera aðgengilegt svo lengi sem við erum að gefa það út. Svo getum við hjálpað til robots.txt, sitemap XML, 404 síður. Við erum ekkert að fara sérstaklega í þetta, en ef þið fara að vinna við þetta, þá er þetta eitthvað sem þið þurfum að spá í. Fylgjast með Ídra. Þannig að við setjum ekki bara út VF og höldum síðan þessi tilbúin. Við fylgjumst með, þá notum við til dæmis eitthvað svona eins og Analytics tool, eins og Google Analytics til að sjá, hver margir að koma, hver eru helstu leitarorðin sem leiðir fólk inn á síðan okkar. Kannski ættum við að draga upp hérna, það er verið að leita meira að vefur en vefforritun, þá ættum við að vera duglegir að hafa vefurorðið eða eitthvað svoleiðis. Það er einhver að koma inn, hann er alltaf að lenda í einhverjum villum á þessari síðu, þá laga ég það og gera tilraunir og prófa. Og það er í raun til mikið af tólum sem hjálpa okkur við þetta. Þannig að þegar þið fara að vinna við þetta, þá munið þið svona, þetta er hana. Ok, þetta er þá HTML efnið okkar og ég ætla ekki að gleyma núna þó ég sé flýta mig svolítið, fara yfir verkefnið og aðeins nefna við ykkur hvað er í gangi þar. En hérna er verkefni 2.
Þannig að það sem að þið ætla að gera í því er að setja upp 4 síður. Það er forsíða eins og var í verkefni 1. Það er síða með formi sem að við erum með skilgreiningu fyrir neðan og það er síða með töflu og gögnin má nálgast hérna í zip-skjalinu sem fylgir með verkefninu sem er þá CSV-skjal sem er comma separated value þannig að þið fáið í raun gögnin í töflu sem þið getið síðan opnað hvort sem það er í textaritli sjáum við bara kommu á milli eða opnum þetta bara hérna þannig að við sjáum þetta betur. Nei, hérna erum við með gögn. Hérna vill þetta opna þetta í Excel fyrir mig. Ég ætla ekki að opna þetta í Excel, ég ætla að opna þetta hérna. Sjáum við, þetta eru 100 vinsælustu myndirnar á IMDb og eins og þið sjáum hérna ok, það er þetta smá buggur sem ég sé hérna út af þessum hérna titli. Það gerir þetta aðeins erfiðara en það ætti að vera. En ef við ætlum að vera að gera þetta í höndunum og búið til töflu fyrir þetta hérna sem á síðan að líta út cirka bát svona þá verður ekki gaman hjá okkur af því að þetta eru 100 línur og það tekur langan tíma. Þannig að þið megið eru nota eitthvað tól og þið getið annarkvort notað ritilinn ykkar til þess að vinna með þetta. Þá getið þið notað svona einhver trikk eins og hérna að skipta kommum. Við setjum hérna komma, setjum loka TD og við breytum öllum kommum í það og sjáum við, hei, við erum búin að setja þetta í sellur hérna. Það er aðeins auðveldara að vinna með þetta. Svo getum við breytt öllum new line í TR með new line á milli og breytum því öllu. Ok, það er eitthvað að gerast hérna. Þannig að þið sjáuð að ég er búin að eiga 40 sekúndum í þetta og ég er búin að gera vinnu ef þið ætlaði að gera þetta í höndunum það tekið ykkur 20 mínútur. Þannig að þetta er svona ít á ykkur að nota ykkur svona tól. Þið getið gert þetta svona, þið getið skoða hérna í dæmatímum hvernig þið getið unnið þetta. Og þannig hafið tækifæri til að læra þess á editorinn ykkar. Síðan erum við hérna. Síðan ætlum við að setja upp texta og textin er síðan í MD-skjali sem er markdown eins og við vorum búin að nefna áður semst tíma og hann er semst hérna og þetta er fyrsti kaflinn í War of the Worlds og þá sjáum við hérna eitt svona Octothorpe hashtag millimerki segir til að þetta er fyrirsögn og þá fyrsta fyrirsögnin þetta er önnur fyrirsögnin sem er H2 Þetta hérna er block quote, þetta er það sem við verið að sæta, hvaðan þetta kemur. Og þá sjáum við hérna aftur fyrirsögn og svo texti eða málsgrein, önnur málsgrein. Þannig að þið ætla að taka þetta og setja þetta, kasta þessu yfir í HTML. Og formið síðan er þessar hérna upplýsingar. Þannig að þetta eru 2 hópar, persónuupplýsingar og spurningar. Skráning og nafni, texti sem krafist er. Þannig að núna getið hugsað, ok, nafn, það er eitthvað sem við þurfum að setja upp. Texti sem krafist er, það er input, type, text, required, label utan það, nafn, ok, þetta er að koma hérna. Netfang, e-mail reitur, type e-mail. Svo kemur hérna frekar upplýsingar verið að senda á netfang. Þannig að hérna getið þið sett nota aria described by til þess að húka þessu síðan saman við label og input reitin ykkar. Tegund þjónustu, val og lista, ok, val og lista, select, lefur okkur að velja lista, ánægja, ratiotakkar, 1 upp í 5. Þannig að þið sjáu hérna, þið þurfa að skoða þetta og hérna ákveða hvaða elementi þið ætla að nota, en til samanburðar, þá vil ég enda með eitthvað cirka svona. Þetta er úr minnilaust, þetta er bara Já, þetta er í zip-skjalinu sem fylgir verkefninu, þannig að þá sjáu þið í raun mín lausn, þetta þarf ekki að líta nákvæmlega eins út en þið fáið tilfinningu fyrir því hvernig það á að vera. Þannig að hérna er forsíðan, tablan og textin. Þannig að þetta er það sem við viljum enda með. En þetta eru bara myndir, þannig að þið þurfum að búa til HTML sem lætur þetta koma. Og svo er hérna snyrtilega uppsettur kóði, sjáu að það er alveg 20% af verkefninu, þannig að vandið ykkur, verið snyrtileg. Nostrið svolítið við þetta. Villulaus,
merkingafræðilega viðeigandi element og svo það hérna, þannig að þið sjáið. Þetta alveg þess virði að eiga tími í þetta. Þetta alveg jafn stór partur og að setja upp töfluna. Og töflan getur verið meira mál, þannig að þið ætla að nota HTML validatorinn til að vera ekki með neina villu. Þið ætla að nota Wave validatorinn sem til að validata accessibility. Þið ætla að nota hann til þess að passa upp á það að það sé ekki neinar aðgengisvillur á síðunum ykkar. Og svo er það bara uppsetningin á síðunum ykkar hérna sem skipta síðan máli. Þannig að þetta á að koma fyrir þriðjudaginn í næstu viku. Þannig að þá hafið þið tækifæri núna til að byrja, prófa ykkur aðeins áfram, koma svo í dæmatíma á miðvikudaginn og fimmtudaginn, fá aðstoð. Ef þið lendir sinni í frekari vandræðum, getið þið sendt á Slack. Ef þið viljið bara tala beint við mig, getið þið sendt með tölvupóst. Það getur verið lengra á milli svara þar, en bara ekki hika við samt að fá hjálp. Takk í dag!